Þá er það annar dagskrárliður, Grímsey, deiliskipulag hafnarsvæðis og þéttbýlis. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er annar liður í fundargerð skipulagsráðs frá 4. apríl síðastliðnum. Skipulagsráð samþykkti á fundi 25. október 2017 að hefja vinnu við deiluskipulag hafnarsvæðisins í Grímsey. Lögði fram skipulagslýsing fyrir verkefni sem er dagsett 13. mars 2018 og unnin af Ómari Ívarsinni hjá Landslægi. En skipulagsráð Akureyrarbæjar samþykkti eins og áður sagði á fundi sínum þann 25. október að hefja vinnu við deiluskipulag hafnarsvæðisins í Grímsey. Eftir vinnufund skipulagsstjóra, verkefnastjóra skipulagsmála og skipulagsráðgjafa var ákveðið að skipulagssvæðið næði ekki aðeins til hafnarsvæðisins heldur til alls þéttbýlisins í Grímsey. Skipulagsráð samþykkti á fundi sínum 28. febrúar síðastliðinn að stækka skipulagssvæðið enn frekar og deiluskipulagið skyldi ná yfir alla eyjuna Grímsey. Í deiluskipulaginu verður gerð grein fyrir mögulegri uppbyggingu Grímseyjar til framtíðar. Viðfangsefni deiluskipulagsins er meðal annars að afmarka lóðir og byggingareiti, skilgreina fyrirkomulag gatnakerfis, bílastæða, göngustíga, útivistar og almenningssvæða ásamt öðrum þeim ákvæðum sem ástæða verður til að skilgreina í deiluskipulagi. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingi verði kynnt almenningi og leita verði umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila manna. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það sem enginn hefur kastað í ljós og göngum til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.